Velkomin. Í dag ætla ég að tala gulan september og mikilvægi þess að hlúa hjartanu og mæta sjálfum sér í mildi. Þetta mér hjartans mál og ég trúi að kærleikur geti verið öflugasta afl sem við eigum. Ég heiti Kristín Magdalena og Ágústsdóttir og tilfinningagrindaterapisti og ég starfa undir nafnmerkjunum Leiðin til að elska mig. Nafnið fann ég í náminu mínu í EQ-Institute í Noregi þegar ég áttaði mig á því að þetta var mín leið að kærleikanum. Fyrirtækið ekki bara nafn, heldur líka boðskapur til að elska sjálfan sig getur verið byrjun eða endir á þinni eigin leið að kærleikanum. Ástríða mín að styðja fólk til að finna innri styrk og sjá hvernig við getum snúið sársauka í lærdóm og fundið kærleika í eigin hjarta. Markmið þessa fyrirlesturs að minna á mikilvægi þess að sýna sér umhyggju og leyfa sér að vera séð og heyrð. Gulur september hófst fyrst árið 2023 sem vitundavakning geðheilbrigði og sjálfsvígsforvarnir. Guli liturinn stendur fyrir birtu, hlýju og von. Árið 2024 var hann haldinn formlega í annað sinn með opnunarviðburði í Ráðhúsi Reykjavíkur. Við vitum að fjöldi sjálfsvíga enn of hár á Íslandi og víða heim. Þess vegna þessi vitundavakning nauðsynleg. Til að minna okkur á að mannslíf skipta máli, spurningin hvað getum við sem samfélag gert? Við gætum mætt fólki sem líður illa með mildi og nærveru. Við gætum mætt okkur að elska sjálf okkur fyrst og fremst meira, ekki í sjálfselsku, heldur í kærleika og sýna sjálfur sér umburðarlyndi og hlýju þegar að maður gerir mistök og ekki að fara í eins og margir gera að blóta sjálfur sér, andskotans klaufi, eða eitthvað þess háttar. Og þið vitið hvað ég tala. Tilfinningagreindaterapía snýst að læra og skilja og vinna með tilfinningar. Hún getur stutt fólk sem glímir við depurð, þunglyndi og kvíða. Daniel Goleman segir að tilfinningagreind lykillinn að því að skilja og stýra eigin tilfinningum. Þetta ekki meðfæddur hæfileiki en sem sumir hafa og aðrir ekki, heldur færni sem hægt að þjálfa eins og lestur og skrift og reikningur. Þegar við lærum að hlusta á tilfinningar í stað þess að berjast við þær, þá aukum við siglu og getum byggt heilbrigð tengsl. Því það það sem veldur vanlíðan oft, það þessi svokölluðu óheilbrigðu tengsl sem maður hefur við sína nánustu og fólki í kringum sig. En til að ná árangri þurfum við líka að vera séð og heyrð. Gabor Maté segir að áföllið ekki það sem gerist, heldur það sem gerist innra með okkur í kjölfarið. Það þessi efasemdir, það þessi skömm, það þessi hræðsla við að vera ekki nóg eða vera ekki verðug manneskja að vera elskuð. Það það sem gerist innan með okkur þegar áfalli gerist. Það þýðir að áfalli skilur eftir sig innri sár sem verða dýpri ef við finnum höfnun. Og því meira höfnun sem við upplifum, því dýpra verður sárið og því erfiðari verður tilfinningin. Herdís Pálsdóttir sem stofnandi EQ-Institute í Noregi minnir okkur á að andstæðan við ást ekki hatur, heldur höfnun. Og ég man eftir að hafa rætt þetta við eitt skjólstæðing minn í terapíu og nefndi það að líklegast þegar að búið að hafna okkur sem börnum, að þá upplifum við hatur til okkur en ekki að andstæðan við ást sé ekki hatur heldur höfnun sem að verður þá að hatri. Þess vegna það svo gríðarlega mikilvægt að upplifa að einhver sjá okkur og mæta okkur með alúð og kærleika. Að upplifa það að vera séð og heyrð sem manneskja, sem persóna, sem mikilvægur partur af þjóðfélaginu eða bara samfélaginu. Við þurfum öll að upplifa að við tilheyrum. Það mikilvægasti parturinn af því að vera manneskja í samfélagi. Ég á heima í þessari fjölskyldu og ég vera partur af henni. Og svo breikkar það út eftir sem við vöxum og verðum að fullorðnu fólki og þá getum við
fundist við tilheyra í vinnunni, tilheyra í sveitafélaginu eða bæjarfélaginu eða borginni sem við búum í og landinu sem við búum í og svo framvegis. Anna Hjertos segir fræ kærleikans í brjósti hvers og eins. Og þar hefur hún svo sannlega rétt fyrir sig. Ég upplifi það þannig að það sé hérna lítið fræ sem að vex og verður á blómi eða tré eða hvað við sjáum fyrir okkur. Það er bara hver og einn að velja það sjálfur eða upplifa það sjálfur. En ef við hlúum ekki að þessu fræi, þá fyrir að myndast bara fullt að arfa í kringum það og þessi arfi eru þá erfiða tilfinningar, upplifi ég. Og það er arfin kæfir blómin, fallegu blómin sem við viljum hafa í garðinum. Þess vegna er svo mikilvægt að reyta arfan og hlúa að fræinu. Og ef þetta er gert strax þegar við erum lítil, ef að foreldrar okkar kunna að hlúa að okkur, og þá þarf aldrei að reyta hennan arfa. Þá þarf ekki að reyta arfa nema bara rétt fyrstu árin, fyrstu 12 árin, og eftir það ef að hlúði vel að þessu fræi frá fæðingu og til 12 ára aldurs, að þá blómstra barnið það sem eftir er ævinnar. Og það hefur Gabor Mate sagt frá og talað einhvern tímann að það væri til rannsókn, það voru 2 hópar af mæðurum. Einn hópurinn var bara svona venjulegar mæður sem voru með reglur og utanumhald og sýndu alveg umhyggju og kærleika en í reglu og festu. En svo var hinn hópurinn, það voru mæður sem voru miklu meira með börnin sín í fanginu og kjassast og knúsast. Og 50 árum seinna þegar þessir hópar voru endurskoðaðir og talað við og kynst, þá komust þeir að því að þau börn sem voru foreldra mæðranna sem að kjassuðust og knúsuðust mikið og fengu mikla ást og mikla umhyggju, þeim vegnaði betur í lífinu heldur en hinum hópnum. Svo það er aldrei of mikið af ást og umhyggju til barna. Og setur bara skömm og verður byrði á bakinu. Við vitum að til eru margar leiðir sem ætlaðir eru til að láta okkur líða betur. Sumum hendar uppskriftir eins og farið í göngutúr, kalda sturtu eða hugleyslu. En meðan aðra duga það ekki. Sumir eru með svo mikinn arfa að við þurfum að virkilega reyta í kringum til að það göngutúrarnir, köldu sturtunar, hugleyslunar hjálpi til. Að því að líkaminn geymir sögun okkar, hann geymir sorgina, áföllin frá því að við erum unga börn, frá því að við erum í móðukviði. Að það er svo mikilvægt að hlúa að og það er svo ólíkt hvað hver og einn manneskja þarf eftir því hvar áföllin byrjuðu. Fyrir suma byrjuðu í móðukviði þegar að foreldrar rífast mikið, öskur og garg. Það er bara því með þannig að börnin heyra og upplifa reiðin okkar og verða hrædd. Og það að upplifa höfnin í móðukviða, ég er ekki velkomin. Það er vond tilfinning og margir sem hafa farið í gegnum þerapíu hafa upplifað sig í móðukviði og fundið þessa höfnun. Mamma vildi mig ekki. Þau vildi ekki eignast mig. Á meðan sumum nægja einföld skref, eins og að fara út að ganga eða segja maður sjálf að ég er nóg, þurfa aðri meiri stuðning til að fræði fá næringu. Það sem ræktar fræið best er hlýja, nærvera og stuðningur. Og það sem ég hef séð frá því ég var sjálf í náminu og var að vinna með mína sorgir og mín áföll og það sem ég sé í dag þegar ég er að mæta mínu skjólstæðingum er að ég hef rými til að hlusta, ég hef þol til að vera til staðar, sama hvaða tilfinning kemur upp, sorg, reiði, gleði. Allt þetta hef ég rými fyrir hjá mér í þerapíu og ég sé að þar byrja ég að hjálpa fólki að reyta arfan í kringum fræið sitt. En það getur þetta tekið tíma en aðri taka styttri tíma, það er bara þannig. Það fyrir eftir hversu mikinn arfa þarf að reyta. Við skulum taka með okkur orð sem hafa veitt innblástur. Oprah Winfrey segir, við getum mótað framtíð okkar með því einu að breyta afstöðu okkar. En ég upplifa að við getum ekki breytt afstöðinni fyrir en við höfum fundið kærleikann í okkur.
Það er mín upplifun allavega og mín reynsla. En svo getur verið að aðrir hafi aðra reynslu og það er bara allt í lagi. Þannig er það, ólíkt eins og við erum mörg. Og Bruce Lipton segir hugmyndir okkar móta hvernig við upplifum heiminn og líkaminn svarar í samræmi, algjörlega. Hvernig við höfum verið alin upp og hvaða hugmyndir við höfum á heiminum snýst alfarið það hvernig okkur var mætt og hvaða rými við fengum þegar við vorum lítil. Og það, eins og ég talaði áðan, að þá situr þetta í líkamannum og það gerir ég sem þerapisti þegar ég tek á móti skjólstæðing. Það er að fara og hjálpa fólki að finna hvar í líkamannum. Hvar í líkamannum tilfinningin liggur. Og svo mætum við tilfinningunni og við skoðum hana og við kryfjum hana og við finnum hana. Þar talum við uppgötvum að þarna liggur litla barnið hrætt og það vantar hjálp. Það er ólíkt lengi hvað maður þarf mikið að taka, hversu lengi maður þarf að fara í gegnum hverja terapíu til þess að ná þessari tilfinningu úr og ólíkar meðferðir og aðferðir. En það að sjá litla barnið og skilja, já, þetta fjallaði ekki að ég var ómöguleg. Þetta fjallaði það að ég fékk ekki rými. Það er þessi tilfinning að segja mér. Og það sem ég upplifi að allir hræðast mest, það er að upplifa það að þegar þeir finna sjálfan sig, að þeir eru ekki verðugir að vera elskaðir. Og ég skal bara segja ykkur það er ekki til svo manneskja sem ekki er verðug að elska. Engin. Og samfélag sem er byggt á kærleika, mildi og nærveru getur bjargað lífum. Þess vegna, ef við kunnum að mæta okkur sjálfum, þá verður auðveldar að mæta öðrum. Og þegar við grátum yfir sögum annara, eða bíómyndum, sorglegum sögum, þá er þetta sárin okkar að segja okkur, láta okkur vita. Hér er ég, taktu eftir mér. Sjáðu mig, fyndu mig. Ég er hérna. Hvatning mín til ykkar er þessi, að við stoppum í smástund og hlúum að hjartanu og mætum hvort öðru með mildi. Það getur breytt miklu meira en við gerum okkur grein fyrir. Að við gefum okkur tíma þegar við verðum reið að loka augunum, anda djúpt og segja, ég vil ekki vera reið við þessa manneskju af því að það tekur bara á mér. Það tekur orkuna frá mér. Ég vil vera góð við mig og ekki láta neitt taka orku frá mér gegnum reiði og depurð. Þannig hlúum við að okkur sjálfum með því að bæta alltaf við eigin kærleika og fylla á kærleiksbikarinn okkar sem við þurfum að hafa fullan. En við getum ekki fengið hann utanfrá og inn, heldur verðan að fá innanfrá og út. Vegna þess að kærleikurinn okkar kemur í bikarinn og út í glasið og við erum með kannski 70% af kærleikanum til okkar og svo fáum við athygli frá vinum, eiginmönnum eða eiginkonum, börnum, samstarfsfólki, yfirmönnum og þá erum við með fullan kærleiksbikar. Það verður aldrei tómur af því að við elskum okkur nógu mikið til að hann tæmist ekki. Svo við erum aldrei þroti, verðum aldrei örmagna. En það er það sem gerist oft þegar tómur tankur, kærleikstankur, við verðum örmagna. Algjörlega örmagna. Og þá gerist það sem við köllum að brenna út. Af því að við erum göngum á tómum tank. Við myndum aldrei sleppa því að fara með bílinn í smur. Af því við vitum að það skemmir vélina. Og það skemmir sálina að ganga á tankin. Þess vegna er mikilvægt að sýna sjálfur sér umhyggju og segja nei þegar það ekki passar og vernda sjálfan sig því það er enginn sem getur gert það nema þú. Setti þessar spurningar inn, þetta átti nú að vera spjall milli ykkar og mín en svo var það ekki og ég ákvað að gera þetta bara fyrirlestri sem ég setti út. Þannig ég legg þessar spurningar til ykkar. Hvað tekur þú með þér úr þessum tíma sem við höfum átt saman? Hvað stendur upp úr fyrir þig? Og er eitthvað sérstakt sem þú vilt taka með þér til að vökva þitt litla fræ? Ertu einhvers vísari litla fræið þitt? Og mér fannst það svo mikilvægt að hafa lokaorð
og mér þykir boðskapurinn í þessu orði svo mikilvægur fyrir okkur öll, að mildi er sterkari afl en harka. Mildi er ekki veikleiki, hún er styrkur sem getur breytt lífi okkar og okkar eigin og annara. Ég þakka fyrir í dag og ég þakka fyrir þetta skipti, fyrir áheyrnina og þeir sem hlustuðu. Vonandi nýtist þetta ykkur, vonandi er þetta eitthvað til að opna hug ykkar gulan september og hvernig eigin kærleikur getur hjálpað okkur áfram í lífinu og beint okkur á réttu brautina. Ég þakka fyrir mig kærlega. Takk fyrir mig og bless.